Arna Sif Ásgrímsdóttir, til hamingju með fyrsta meistaradeildarmarkið. Takk fyrir það, en ég skoraði nú líka mark í síðasta leik, þannig að þetta er annað. Arna, þú varst nú ekki langt frá að setja þá þriðja marki í kvöld. Hvað á komið sig stelpaði sem bjargaði? Ég nefnilega bara veit það ekki. Ég get ekki sparkað með hægri, þannig ég þurfti að bíða eftir að hann færi yfir á vinstrifótinn. Þá var hún bara mætt, þannig að ég vissi ekkert af henni. Þannig að þú þarft að fara að æfa þig þá á hinnum? Já, ég þarf að fara að gera eitthvað. Hvernig fannst þið samt leikurinn þó að við tapað svona frekar stórt en við gátum skorað tvö og jafnvel 3 marki viðbót? Það komu svona kaflar inn á milli sem voru rosalega góðir, en við fengum náttúrulega allt of mörg á okkur, þannig að varnarleikurinn er eitthvað sem við þurfum að pæla í, en gaman samt að við náðum að skora og vorum að fá færi. Þannig að þú gengur samt þokkalega sáttur á borðið eftir þessa 2 leiki við þetta gríðarlega sterka lið? Já, ég meina 2 leikir, 2 mörk, ég held að maður verði bara að brosa. Arna, takk fyrir og gangið vel. Takk. Hlynur Eiríksson, síðasti leikurinn fyrir Þór Káa, meistaradeild Evrópu. Þetta var ekkert leiðilegu leikur þrátt fyrir að tölurnar væri stórar. Við skorum 2 mörk. Já, við náðum að skora 2 mörk hérna þessum glæslega leikvangi á móti þessu frábæra liði. Mér finnst það bara rosalega flott hjá stelpunum. Fyrir utan þessi 2 mörk þá vorum við að skapa okkur nokkur færum. Við hefum getað skorað þessna 5 mörk í þessu leik, þannig að þær voru að leggja sig alla fram í þetta. Þetta var rosalega erfitt fyrir þær. Það stóð sér vel. Það var alveg með ólíkindum að þetta sem að þær bjarga á línu. Við segjum eins og Adolf Ingi, hvaðan kom hún, hver er hún og hvert var hún að fara? Já, ég veit það ekki. Allt í hennu birtist manneskja á línunni þegar Arna Sif er að fara að setja henni inn. En þetta var bara svona, en ég meina klárlega voru Potsdam stelpurnar miklu betri í fótbolta. Þær eru með frábært lið og vonandi fara þær bara alla leið og vinna þetta mót og það kemur ekkert óvart. En allavega að stelpurnar okkar geta gengið og borið höfuð hátt eftir hennar leik? Já, ég held það. Ég meina þær gerðu allt sem þær gátu og sko, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því að þetta liði var alltaf búið að fá á sig mark í þýsku deildinni og við erum að skora 2 mörk og svo erum við að, eins og ég segi, skapa okkur færi. Hlynur, nú ert þú að yfirgefa okkur og halda á nýmið. Er eitthvað sem langar að segja og bera okkur einhver góða tíðindi inn í framtíð? Það er svona fréttir inn í framtíðina, hvað við höfum að gera betur? Hvað við höfum að gera betur? Nei, ég held að sko, starfi hjá Þór Káa sé það er virkilega flott og framtíðin er björt hjá þessu liði. Það er fullt af efnilegu stelpum að koma upp og góða stelpur fyrir, þannig að Þór Káa þarf að geta kvíða einu en einu. Hlynur, þakka þér fyrir og gangið vel í nýju starfi. Já, takk fyrir það.